Já, komið sæl og verið velkomin aftur hérna að Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég með 2 góða gesti. Það annars vegar Björgvin Huldar Sofíusson, Mikið rétt. hjúkrunarfræðingur, og það hérna leynigestur sem heitir Andrea Jónsdóttir. Bílstjórinn dregin inn í viðtalið. Segi ykkur það að hún var bara að skutla mér hingað og við ákváðum að draga hana inn í þetta samtala því að ég elska leynigesti. Hún tengist efninu óbeint. Já, það var hann sem að, Já, akkurat. Bara að gera. Þetta sem sagt, já. Hann bauð mér. En já, sem sagt, Björgvin, þú nefnilega, þú hjúkrunarfræðingur. Jú, mikið almennt, og starfar í Danmörku og mér langaði rosalega mikið að fá smá yfirferð hjá þér hinsegin öldrunarþjónustu. Af því að það einmitt eitthvað sem að ég man að þú kynnti mig fyrir þessu fyrir nokkrum árum. Og þú hélst erindi, var það ekki á hinsegin dögum einhver tíman? Já, fyrir einhverjum árum síðan, tíminn líður svo rætt. En viltu segja okkur aðeins frá þessu sem að heitir hinsegin öldrunarþjónusta? Já, í Danmörku sem sagt komið elliheimili með 111 íbúðum sem með prófíl fyrir sem sagt LGBT plus fólk og þar þetta mikil fræðsla fyrir bæði starfsfólk, líka íbúa. Já. Þannig þetta, já, og við vorum akkurat að ræða þetta áðan hérna að svona aðstæður eða svona heimili finnast ekki á Íslandi. Nei, bara aldrei hægt af þessu. Nei, nefnilega. En það var bara gert í Kaupmannahöfn, þá var sem sagt sendt út e-mail til allra stjórnenda á elliheimilum og þau eru með svona mikið prófíla á elliheimilum, þú veist, við erum með þennan prófíl, við erum tónlistar elliheimili, við erum dýra elliheimili, við erum matar elliheimili, alltaf svona, það alltaf einhvern auka fókus á einhverju. Þema elliheimili. Þema elliheimili, getur maður sagt. Og það var sem sagt búið að vera að lobbya fyrir því að fá þetta elliheimili og það var hópur í Danmörku, bæði samtökin sem sagt LGBT Danmark, en líka þau sem að kalla sig Grey and Gay, sem eru sem sagt eldri og þau vita að við erum að fara endin á elliheimili kannski og þekktu fólk á elliheimilum, vinir þeirra voru komin á elliheimili. Þannig að þau voru byrjað að lobbya fyrir þess að þau sáu bara hvað var að gerast. Fólk fyrir á elliheimili og svo fór það bara aftur inn í skápinn. Og fannst bara óþægilegt, nei, ég get ekki haft þessa mynd upp að veggi, þetta verði ég bara að gefa eða þetta verði ég að losa mig við, þetta verður að vera svona grátt og niðurtónað af því að ég veit ekki hvernig mér verður tekið ef að fólk bara svona, vá, flaming gay á elliheimili. Og þannig að þau byrjuðu svolítið að lobbya fyrir þessu og svo var því tekið en það vildi enginn þvinga neinn elliheimili eða bara, það var ekkert verið að byggja nýtt. Þannig að þau sendu bara e-mail, einhver sem vill taka þetta að sér og gera þetta veruleika. Og þá var ein kona sem var forstöðukona á þessu elliheimili, sagði bara, við verðum LGBT plus elliheimili. Og þetta elliheimili þetta fyrir alla, allir mega búa þarna, þú þarft ekki að vera homo, lesbía, tvíkynhneigður, trans, non-binær eða neitt. Og þau eru alltaf að verða fleiri og fleiri sem flytja þangað og þau eru með svona regnbogastund á miðvikudögum sem bara fyrir þau, en það lauma sér nú alveg aðrir með líka sem langar bara að vera með og finnst þetta áhugavert og finnst bara gaman að hanga með þessu fólki og þá bara svona, neini, þau bara gagginn hefur sís en bara mæta stundum bara með og það bara allt í lagi. Já. Og svo auðvitað kennsla fyrir starfsfólki, það alveg bara sett í svona 2 ári, það sem LGBT Danmark núna kemur alltaf og kennir. Það verður auðvitað að halda þessu við. Ég meina það að koma nýtt starfsfólk, sumir kannski eru búin að gleyma einhverju, það alltaf gott að fá og svo að gerast nýjir hlutir kannski líka, þá gott að fá bara, heyrðu, nú ætlum við bara að fá kennslu aftur og svo auðvitað alltaf einhver veikur, þannig að þá gott að þetta 2 ári eða 1 ári ef þú ná ekki 2. En ég var sem sagt með þessa kennslu á þessu elliheimili sem ég vann á í 3 ár, að ég tók sem sagt mastersnám ofan á hjúkrunarfræðingin og þá byrjaði það verið kennslufræði námsfræði og með svona heilsueflinga, þetta voru svona 2 fög í rauninni 2 brautir blandaða saman. Já, þú lærðir í Danmörku. Já. Og þá byrjaði að hafa rosalega mikið áhuga á þessu eins bara því að maður hommi, þar maður ekki að vita neitt um neitt. Nei. Þú veist, maður veit ekki, bara já, ég fættist hommi og þá veit ég bara allt um það. Nei,
maður þarf að fræða sig líka að maður alltaf að vita Það hvað veit ekki efnið. hvernig er að verða gamall, bara svona smátt og smátt, en hérna, já. Fyrir utan það er líka eitthvað sem maður kemst að hægt og rólega. Eða maður ætti kannski frekar að segja að maður veit ekki hvernig er að verða kannski ósjálfbjarga. Já, Einmitt. Og vera settur í vissar aðstæður þar sem, þar sem nákvæmlega. vissir hlutir gætu skipt máli sem Já. að kannski, Já. einmitt. En þú segir að þú gerir þetta Já, og mastersverkefni. byrjaði að hafa rosalega mikið áhuga á sem sagt hvernig standa málin hjá LGBT plus fólki í sem sagt heilsugeirunum. Þú veist, hvað eru þau mæta þau fara til læknis eða á sjúkrahúsið eða bara mæta hjúkrunarfræðingum. Þú veist, hvað upplifa þau? Já. Og svo er annar maður sem er búin að sem sagt rannsaka eldra fólk sem nefnilega fær hjálp inn á eigið heimila þegar þau eru orðin öldruð. Og það verkefni er líka rosalega spennandi. Þannig að þetta er svona einhvern veginn blanda saman og búin að setja mig meira inn í þetta. Þá var ég svona í stakk búin, ég hugsaði þetta ellið mér langar að prófa þetta. Þannig ég sótt stöðuna og svo komst ég að því að þau voru ekki að gera neitt. Þau hefðu fengið kennslu þegar ellið heimila opnaði fyrir, þá var það kannski búið að vera opið í 3 ár. Já. Svo var ekki búið að vera nein kennsla síðan. Og þá var fólk að vinna þetta sem eitthvað svona, eru við LGBT plus ellið heimila? Þannig ég hugsaði, heyrðu, það er eitthvað, það verður eitthvað farið Úrskeiðis. Já, úrskeiðis, já. Já. Þannig ég fekk leyfi til að hafa samband við LGBT Danmark og svo voru við 2 sem voru með kennslunum 2 ári eftir þetta. Þau sáu alveg vöndunna, þau sáu alveg auðvitað verðum við að gera það, auðvitað þurfum við á salt, auðvitað verðum við að sjá til þess að þetta sé gert. Það var enginn á móti því, það voru allir með, það var bara enginn pælt í því. Við erum þetta ellheimili, nú vita það allir og við erum búin að hafa kennslu, en helmingur starfsfólk sem var það kannski fyrir 5 árum var hætt. Já. Þannig að það var rosalega gott og rosalega gott að segja blómstra og svo komið sér regnbogastund sem er bara drifin af sjálfboðaliðum og sem er auðvitað bara fyrir fólkið þannig að það er alltaf eitthvað þema varðandi LGBT og taka svona podcast upp, hlusta á það, tala það eftir á, drekka kaffi, fá köku, þetta er bara rosalega næs og eftir að ég hætti þá auðvitað talaði við og segi núna er ég að fara að hætta því verðið að sjá til þess að þessi kennsla haldi áfram það getur ekkert hver sem tekið þetta að sér þannig þau höfðu bara samband við samtökun og núna eru þau bara með samning við þau þannig að þessu er bara haldið við sem er nauðsynlegt og frábært Það er margir þarna sem upplifa kannski fyrsta skipti að vera eðlilegir þarna er þetta eðlilegir þarna, hérna er þetta bara líka normið þetta er bara, þetta er lífið. Og það hafa verið eldri í Danmörku sem hafa upplifað fordóma eða hræðslu og þessi kynslóð sem er eldri núna, þau upplifðu allt aðra hluti en við og unga fólki kannski upplifðu í dag. Jú, nú erum við að heyra af bakslægi og í göngun í ár hefur fólk verið grýtt, ungt fólk bara því að það gerir kyn sitt öðruvísi en meiri hlutin. En bara því að þú ert minni hlutin þá er þetta ekkert minna norm eða minna normal. Þetta er jafn normal og meiri hlutin. Þetta er bara norm í samfélaginu. LGBT plus fólk hefur alltaf verið til og ef það væri samfélag sem það var ekki til þá var það samfélag mjög ekkert endilega en það væri mjög skrítið að það væri til land það sem væri ekki til LGBT plus fólk af því að það er bara normið að þau eru þarna líka. Við erum hérna líka. Það var alltaf verið normið. En fólk hefur alltaf svona, þetta er ekki normal. Jú, mikið rétt, þetta er normal. Og mér finnst æðislegt á þessum elliheimilum, þannig getur bara fólk komið og verið það sjálft. Ef þú vilt vera flaming queen, þá ert þú það bara og það er enginn að skipta sér að því. Ef þú ert transmanneskja, þá ert þú það bara og allir virða það. Mér er sama hvað fólk finnst heima hjá sér, ég get ekki stjórnað því, en þegar þú mætir í vinnuna, þá ert þú professional. Og þá kemur þú fram við fólkavirðingu og ef manneskjan þarf að hjálpa að halda þá gefur manneskjunum þá hjálp án þess að vera með leiðilegt viðmót af því að það hefur líka verið rannsakað og mikið af fólki sem að hefur fengið leiðilegt viðmót frá læknum og hjúkrunarfræðingum hafa verið hrætt við að leita sér hjálpar þegar þau hugsa ég þyrfti kannski að fara til læknis, ég þyrfti kannski að en þau gera það ekki og teygja það eins langt og þau bara mögulega geta og það er ennþá þessi kynslóð ennþá eldra transfólk sem helst ekki vill leita sér hjálpar af því að það bara þau vilja ekki þetta viðmót, þau vilja ekki þetta
Nei. finnast þau niðurlægð Já. eftir að þau eru búin að vera í lækni og fara heim og bara líða illa í 2 daga eftir á. Já. Þannig að, Já. Þannig að þessi þjónusta byggir í raun og veru á að manneskjan sem er að þjónustaði hefur þekkingu á því sem, já, já, að þau bara Þú ert að mæti ganga í viðmóti gegnum, sem já. að er inclusive, Já. bara við samþykjum þig, Já. nú ætlum við að hlusta á þig og svo hjálpum við með það sem að þú þarft að hjálpa að halda. já, Skiptum okkur ekki af hínu, Já. nema það sé málið og við þurfum að hjálpa það með það. já. Að því hún nefndir áðan að einmitt fólk hinsegin fólk sem hafi farið á elliheimili hafi jafnvel horfið aftur inn í skápin þegar það kemur á elliheimilið. Og það er svona, já, kannski einhver upplifun á gamlum tímum sem Já. Það er svona, núna eru þau sársaukafullum, já, eins og þú varst akkurat að nefna á þegar fólk þarf allt í hennu að hjálpa að halda. já, Búið að vera sjálfstælt allt sitt líf og núna vitum við, ok, annarkvort, núna er að fara að koma manneskja inn á heimilinu mitt daglega eða ég er að fara að flytja á elliheimila sem bara fullt af starfsfólki sem að koma inn á mitt heimili, Já, bara, inn í mína íbúð. Já. Og þá fá þau svo allar áhugjur að núna stjórna þau ekki hver kemur heim til þeirra lengur Nei. og þá vita þau ekkert hvaða skoðun hefur þessa manneskja á þessu, hvernig Já. mun manneskja koma fram við mig. Þau eru kannski ekki hrætt við að manneskjan sláu þau Nei. en það getur verið mjög óþægilegt að fá leiðilegt viðmót og fólk segja eitthvað við þau eða verði reið og ég talaði um það líka seinast, það var nefnir nokkuð dæmi. Það var maður sem fekk heimahjálp og sá sem kom heim til hann sagði við hann að því hann var í hommi þá fær hann til helvítis. Já. Og þetta er svona, Trúi þetta góð er ekki í lagi. manneskja. Og einu sinni voru 2 menn, þeir voru eða annar bjó á elliheimilinu og hinn kom í heimsókn og hann sagði sjálfur þegar maður er 96 ára það er kannski ekkit rosalega mikið kynlíf í gangi en mann langar bara koma við hvernig, bara finna svona húð við húð, bara svona liggja saman og bara ég elska þennan mann, hann elskar mig og okkur langar bara snertast, bara að húðin bara svona, þannig að þeir fóru upp í rúm, fóru full og bara lögðu svona saman bara svona til að finna fyrir hverjum og það kom starfsmaður inn og hún byrjaði svona að draga gardínuna frá og hann sagði, hún var alveg bara Farið yfir. ég svona forstjúð eins og hann sagði dönsku en svona að hún hefði verið bara svona ekki klikkuð en svona verið alveg svona ráðvillt og verið svona einhvern veginn ekki alveg vita hvað hann ætti að gera já, og hann segir við hana, heyrðu, ég baði ekki um að koma inn, viltu fara út? Og hún er ekki bara það að hún hafi svona, ó, guð, ég var að trufla eitthvað og orðið svolítið svona, það gæti komið fát á fólk þegar maður kemur inn, ég er að trufla eitthvað, ups, heyrðu, afsakið, ég kem bara seinna, þú veist, þetta var ekki þannig fús, þetta var svona, hvað er í gangi hér, segir hún svo. eitthvað hneykslis Já, já, hún var hneyksluð og svo segir hún eitthvað, hvað er í gangi hér? já, Og hann segir hún að fara út og hún segir bara já. Og þetta verður, sem sagt, ég mun láta vita af þessu. Við sem sagt stjórnendur á elliheimilinu. Já. Og hann sagði bara, og ég mun láta þið vita af þér og þessu sem hann nú gera. Og ég veit ekki hvernig það fór. Nei. En þetta eru þetta ekki í lagi. Nei. Ef þetta hefði verið kona og maður þá hann örgulega komið inn og sagt, æ, Já, afsakið, já, myndi bara svo bara farið svona út farið út og aftur, sagt, já. æ, dúllurna, þau voru Já. svo sæt Já. og bara láð þarna og faðmast. En að þetta voru 2 menn þá, já, allt í einu var þetta eitthvað Já. Er- Ákvaða, fyrir ekki Já, nei, gjörðu svo vel. Ákvaða, fólk kannski eldist á svipum aldri allstaðar, en frá hvaða aldri hefur fólk aðgang að elliheimili eða vill eða þarf í Danmörku? Í raunin í Danmörku er það 65 ára. Já, En þú getur alveg endaði nú elliheimili sem 52 ára. já, Ef þú þarft það mikla aðstóð, þú ert Já. það veikur Já. og þú er kannski með einhverju sjúkt sem að gera það. Nú ertu í Já. hjólastól og þarf kannski hjálp við að fá að borða og svona. Þá kannski já, endar inn á elliheimila því að það eru engin önnur úrræði. nei, Af akkurat. því að þau eru kannski ekki að fara á sambíli en Já. þetta er svolítið flókið Já. stundum. Já, Að það er ekki alltaf réttu aðstæðarna fyrir alla til. nei, En mér finnst það í Danmörku eru þetta starri en Ísland. jú, Það eru meiri möguleikar og mér finnst til dæmis með þessi þema elliheimili. Já. Það er verið að reyna að gera Já. svona aðstæð fyrir alla og elliheimili fyrir yngra fólk. Það er líka til núna. já, Það var ekki til. Og líka deild fyrir yngra fólk sem fær Alzheimer's til dæmis. Og svo er bara spurning hvað finnst þér verið að rétta fyrir þig eða fjölskyldan þín og hvað er plássið og það er alls konar. já, einmitt. En já, ég sem sagt
hef áhuga á því að þetta er alveg sem með í grunnskólum, það verður endalaust að vera kennsla hinsegin fræði því að samfélag er alltaf að breyta og skiptast, það verður alltaf að vera fókus á þessu. Minni hlutahópar verða bara að hafa fókus á hlutunum, þannig er það bara. Já. Og líka á elliheiminum og mér finnist, en ég sé ekki um það og ég veit ekki hvernig hvar peningarnir liggja og hver getur nota hvað í hvað. En mér finnst kannski á Íslandi það væri hægt að gera eins og í skólunum og það ætti bara að vera tím sem fer bara á elliheimili og sambýli bara fyrir fullorðna og eldri og bara kennir starfsfólkinu hvað er þetta og hvað getur þetta fólki upplöðu, hvernig getur þið stutt þetta fólk. Og líka kannski þannig að fólk sem er að vinna svona og hefur ef það er tilsóðis fólk sem hefur ekki kynst fólki bara geið eða hvað sem það er og það heldur að þurfa að koma fram öðruvísi heldur en það veldur því að það er með einhvers konar fordóma sem það kannski vissi ekki af einsinni. Nákvæmlega. Þannig að það er náttúrulega bara að koma fram eins fram við alla. Nákvæmlega og það sem ég finnst líka skemmtilegt við þetta er segjum að núna verður gert eitthvað tím sem fer á elliheimilin til að byrja með kannski sambýlin líka á aðra staði. En þetta eru bara vinnustaðir. Það er alveg regnbogavottunum vinnustöðum á Íslandi. En þeir eru kannski að fara á vinnustaði sem borgar fyrir það sjálfir. Núna þurfum við kannski á því að halda ríkið sjá það að það verði sett þetta tím á laggirnar og þau fara á elliheimilin. Sem eru þetta líka vinnustaðir. Og líka fullt af fólki sem hefur kannski ekki kynst þessu svo það viti hefur líka bara áhuga á því. Þó að sé komið á elliheimili, kannski bara enn frekar. Og svo þegar þetta starfsfólk fær kannski vinnu á öðrum stað, þá getur þau hjálpað. Ef þau enda á vinnustað sem hefur ekki fengið einhverju regnbogavottun og þau veit ekkert um það, þá getur þau hjálpað samstarfsfólki sínu. Ég man líka eftir því einu sinni þegar ég var bara að læra. Ég vissi ekkert homo, lesbíur og tvíkynhneigð og transfólk, ég hafði ekkert sett bein mín neitt af þessu. Og þá flytur þetta er 2003 í Danmörku og þá flytur kona inn á eitthvað elliheimili, fínt og þá voru alltaf með svona mannsku sem að þeir eru svona contact þannig að hún vil endilega setjast niður og drekka te með henni bara því að hún þú ert kontakt manneskjan mín þú veist, þú átt að svona, næstu eins og mentor, þú flytur inn á elliheimili þetta er manneska sem að mun sjá mest því að það hjálpa þér mest svona tengileður komast inn og setja það inn í hlutina og svona Þannig að hún vildi endilega að þær myndu setjast niður og drekka te saman. Sem hefði ekkert verið í frásögu færandi, nema hvað dæturinn voru búin að láta vita að hún væri lesbía. Og allt í henni kemur þessi kona inn á skrifstofuna. Ég veit ekki hvað ég á að gera. Það bara, hún vil drekka te með. Og allt í henni bara, ég hugsaði, hún er ekki að reyna við þig. Hún ætlar ekki að káfa á þér. Hún veit bara þú tengiluðu sinn og hún vil drekka te með þér. Hún var að bjóða þér upp á te. Hefði hún verið gagnið, þetta verið rosalega sætt. Hún hefði ekki gert það án þess að... Og allir starfsmennu byrjaði að hjálpa henni hvernig hún gæti sagt nei við þessa manneski og hún myndi reyna við henni eða káfa henni. Það var enginn að segja, ætlum við ekki bara að spjalla við þig? Allir bara, ef hún gerir svona, þá verður þú bara að segja nei og þú bara hérna. Og svo var ég að spá að því að ég hafði upplifað líka svona eldri menn sem hefði slegið þar á rassinn eða þú veist, og það var bara svona gamli grís og slegið á hendina á honum eða eitthvað, þú veist, það var enginn að pæli því, það var hún svo vanar þessum eldri mönnu sem var svona káfuð á þeim eða sögðu eitthvað gróft við þar, en núna kom kona sem var lesbía, þau hefði aldrei og það bara, hún vissi ekki hvað hann átt að gera, hún vissi ekki hvað hann átt að höndla þetta, og í dag hugsaði ég, hefði ég vita það sem ég veit í dag, þá hefði ég getað hjálpað henni. Þannig að það væri líka frábært að fá fólk sem fær svona kursus sem svo endar annar staðar og getur hjálpa öðrum. Og maður þarf líka að, sem sagt, ekki bara starfsfólk sem er með menntun, líka þau sem eru ekki með menntun, ekki síður. Það er fullt af fólki ómenntað að vinna á elliheimilum. Þau þurfa líka þessa vitneskju. Þetta getur kannski líka gert að þau hefðu meiri áhuga á því eða viljað meira eða hugsa það er spennandi að vera á elliheimilum. Mér langar að gera þetta í framtíðinni. Svo líka þetta einmitt með fólk sem er öðruvísi. Og það er alltaf tekið kynlífin reitt eins og það sé alveg númer bara sem skiptir öllu sem náttúrulega bara alls ekki og kannski sérstaklega ekki þegar að fólk er komið á elliheimili og er veikt og bara
En já, nema þessir gömlu kallar sem slá í rassin og sem er kannski mest til vandræða af öllu. Gæti verið, en já. Og það finnst mér þetta nefnilega svo mikilvægt líka. Og það er einhver gagginnaður fluturinn, enginn er að pæli hvernig stundu kynlíf, enginn er að pæli að, þú veist, þau séu kynverur. Strax, og það er einhver hommi eða lesba og svona. Já, það verður allir ægilega hrættir. Rosalega mikið kynlíf. Já. Hann Gengur er ekki út á 96 ára, annað. Já. er kannski aðeins öðruvísi, eins og ég var að segja. Það var meira bara þetta, við erum bara að njóta að vera saman og bara finna... Knúsa. Já, það var bara svona faðm húð við húð. Já. Þannig að... Þetta er ég nefnilega, að því að ég náttúrulega, Andri er mamma mín, fyrir þau sem ekki vita það. En mér fannst einmitt mjög áhugaverð þó að reyndar ég og örugglega eftir að lenda á elliheimili og undan henni, sko. Svo ekki. Hún er náttúrulega 77 ára og er ennþá starfa sem plötusnúður. Jú, mikið rétt. En Giktin glemdi mér. Já, en við fannst þetta einmitt, þetta svona leiddi hugan að því, svo veist að ég er náttúrulega aðstandandi. Já. Hins egin mannesku sem að er að verða gömul. Fyrir að líða því. Já. Ég gefur þessu 10 ár á gömul. Við hringjum í þig, Björki. Þið bara hringið. Já, ég ætla einmitt að segja, þú ættir nú bara að koma og fara í heilbrigðisráðuneytið eða hver sem sér þetta, þetta er líka félagsmála eða eitthvað. Ég ætlaði mitt að spyrja þig að því að nú hélstu þennan fyrirlestur fyrir einhverjum árum á hins egin dögum. Og hvernig svona var tekið í þessar upplýsingar sem þú varst að koma með á Íslandi? Auðvitað vel, af því að þetta var auðvitað á hinsegin dögum og það var hinsegin fólk að hlusta á þetta, auðvitað var tekið vel í þetta. Já. En það er kannski líka oft á svona dögum, þá mætir oft fólki sem þarf ekki á þessari vitneskju og þarf ekki að vita þetta því að þau vita þetta, eða ef þau hafa ekki vitað þetta, þá eru þau kannski heldur ekki í aðstöðu til að gera eitthvað við því. En þau hafa áhuga á þessu. Já. Þannig að allt fólki sem er að koma á hinsegin daga er oft rosalega mikið hinsegin fólk. Já. Og kannski ekkert endilega í einhverju aðstöðu til þess að, heyrðu, setjum þetta á laggirnar. Þannig að þá er svona að byrja að fara kannski einhverju lobbyvinnu, samtökin gera kannski eitthvað, taka eitthvað til sín. Það gæti vel verið að það sé að gerist eitthvað, ég hef ekki heyrt af því. Og hitti líka þessa mannesku sem að fengu mig í þetta seinast, þannig að það sem ég heyri það er ekkert að gerast í þessum málefnum ennþá. Nei, ég hef ekki tekt af þessu. Nei, nákvæmlega. Ég held líka bara að það er svo mikið vantar svo mikið upp á að elliheimilin séu þannig séð sko í lagi. Það er ekki eins og niður nóg af þeim. Nei, einmitt. Það eru vantar pláss og fólk er á biðlistum endalaust og í einhverjum svona biðrýmum, fólk er jafnvel að deyja í einhverjum svona biðrýmum og svona, þannig að þetta er bara... En núna hef ég ekki ennþá þekkt neitt sem hefur flutt inn á elliheimili, ekki persónulega. Nei, einmitt. Þannig ég veit ekki hvernig það er á Íslandi til dæmis. Já. Fólki sem ég þekkir ekki komið elliheimili ennþá. Nei. Þannig svona persónulega... Nei, einmitt. Já, ég til dæmis 2 vinkonur með Alzheimer. Já. Og önnur dó reyndar mjög ung, bara á Landakoti eða eitthvað. Svo önnur á elliheimili. En en svona Alzheimer sjúklingar þurfa eða þyrftu svona sérstaka meðferð og fá það kannski að einhverju leyti. En þannig að ég veit ekki, en líklega fólk með Alzheimer fer á einhverju bara spesdeildir. Já. Ég veit ekki hvernig það er í Íslandi. Nei. Jú, það eru til svona sérstakar deildur fyrir mjög langt leita sjúklinga. En við kannski, það er spurning hvort að við höfum einhverja aðra umræðu þetta og kannski fáum þig á Zoom, Björki, þegar bara í alvöru. Danmörku. Já, nei, mér finnst þetta virkilega, það má allavega að fara að hugsa þetta og gera ráð fyrir þessu, af því að við erum nú ekkert að fá hins eginn sko. Nei, þú varst nú, mamma, á trukkinum í gleðugöngunni og laugardaginn með gömlu, það var svona gamli bíllinn. Já. Gamlíkja flotinn. Já, það er heldri manna flotinn. Já.
Og hérna, þau eru nú svolítið pælið í að hafa aðgengilegra en sko, en hérna, það kom samt upp, við vorum 3 þarna upp á vagninu. Já, þurfti að hífa ykkur upp. Aðeins að passa, eða allavega, já, neini, þetta gekk. En ég hugsa að það hef ekkert verið auðveldara að komast upp í, ég minn ekkert erfiðar að komast upp í hina vagnina. Neini, þetta var bara mjög fínt, sko. Og bara góð hugmynd finnst mér að hafa svona eldri. Hverju voru það? Þú og hérna var að Viðar eða hverjir voru með þér? Árni Pétur var á vagninu, hann listi af einhverja sem voru veikir. Já. og svo það hún hérna, nú ég alveg út að aka. Hún heitir Svana. Svana, já. Sem mikill skipuleggjandi og bara, einmitt. Já, þannig að þið voru 3. Frábæra ástæð, þetta var svona, það var frekar lítill, það voru fleiri í fyrra, þessi var hærri og minni. Já. En hérna, já. Einmitt. Já, þetta mikil svona, maður bara alveg tárast að vera svona vagni og sjá bara allt þetta fólk sem að, og náttúrulega flest fólk bara rosalega glatt og styður þessa baráttu af heilum huga, sko. Já. Og þetta náttúrulega hvergi í heiminum eins gleðigangan eins fjölmenn og svona almenn á Íslandi. Já, bara alveg fólk á öllum aldri. Börn og gammalmenni og allt á milli. Hvernig þetta í Danmörku? Mér finnst það mjög gaman að upplifa þetta hérna á Íslandi. Já, þú kemur oft og þannig að í Danmörku þetta svolítið öðruvísi. Þetta kannski meira svona fullorðnir, jú, það eru börn hér og þar og svona. Og svo erum kannski aðeins of stóra, það er rosalega mikið mörg fyrirtæki. Þannig að allt er bara svona fyrirtækjabílar með bara lógónu þeirra eða eitthvað slags. Þeir eru þetta styðja. Já, þetta er það svo sem vel meint allavega í upphafi. Já, en hún er kannski orðin aðeins svo lengi út af því. En núna er ég að fara á miðvikudaginn, ég er að fara til Danmerkur aftur í kvöld. Og á miðvikudaginn er ég ekkert að fara í gönguna. Það eru svona á Nörrebrú eru 5 elliheimili, svona í klasa og eitt þeirra er sem sagt Slorð sem er auðvitað höllin og það eru auðvitað LGBT plus elliheimili. Fullt af drottningum þar, sko. Já, fullt af drottningum á Slorð. Bara í höllin, þetta er passandi nafn. Og hérna, og þau eru alltaf með svona eigin göngu á miðvikudaginn. Á miðvikudagunum fyrir sem sagt, út að Pride eru auðvitað núna þessa viku í Kaupmannahöfn, þannig ég bara tek 2 vikur í Pride. Og á miðvikudaginn er ég að fara þangað að hitta fyrrum starfsfélaga sem voru líka vinnaðar og við ætlum bara að sjá þessa göngu sem er æðislega því að þetta þau fara í gegnum allan litla bæ á Nörrebrú sem þetta kallast Die Gamles By, bær hinnar gömlu. Og þau fara bara í gegnum götunar fram hjá öllum hinum elliheimilunum og hinn elliheimilin taka þátt í þessu. Þannig að starfsfólkið er búið að fá fólkið út, allir eru úti, allir eru með fána, þetta er ofboðslega skemmtilegt og það eru dragsjó, þú veist, það er tónlist, það er góðu matur, það eru drykkir, þetta er unaðslegt. Og svo bara fullt af eldra fólki og það eru koma sjálfboðaliðar og hjóla með þau. Og þess vegna þú tala um aðgengi. Og líka á laugardaginn eru nokkur sem taka þátt í sem sagt sjálfur í göngunni og þá er bara eldra fólk með teppi og hatta og glas í svona rosalega skemmtilegum hjólum og það er bara hjóla með þau í gegn og svo bara þegar það er búið það bara hjóla sjálfbúðlötu með þau tilbaka á elliheimilið. Þannig að þau eru bæði með sinni einn og taka þátt í stóru göngunni til við ekki aðtekla á þessu líka sem er frábært. Og núna komst ég að því hérna á einum fundunum hérna á Íslandi að það er komin svona lína fyrir fólk yfir 60 hjá sem sagt samtökunum 78. Þannig ef þau eru yfir 60, kannski fann að vera veik, kannski þurfum við að flytja inn á elliheimilir, ringið. Þið verður bara að fara inn á heimastöðin. Ég er ekki með símanúmerið í höfðinu. En mæli með því, ringja í samtöku 78 eða ringi í samtöku 78 og koma einhverju hugmyndir eða bara spjalla núna í orðum 80 ára, ég er frá elliheimili, ég er svolítið óttaslegin. Þá er örugglega að ræða það líka. Ég er einmitt í svona Facebook-hóp sem er 60 plus og það er reynd að hittast hérna svona einu sinni í viku allavega einhvers staðar á einhverjum bar yfir í bæ eða eitthvað. Það er skemmtilega. Já, akkurat. Ég held allavega að þurfi hérna einhverja vakningu hérna á Íslandi þessi mál. Já, svo segir fólk líka bara hjá okkur öllum sama og það er rosalega gott. En þá hugsa maður líka það er nefnilega akkurat það sem er hér er öllum sama, það er svona
Já, einmitt. þið haldið það allavega kannski er einhverjum virkilega sama Já. og kannski finnst öðrum bara hei, ég ætla að gera eitthvað ekstra og svo eru kannski aðri sem að er ekki sama Nei. á þessum stað. Eru þið búin að spyrja alls starfsfólkið? Akkurat, já. Ég hef líka verið að kenna hjúgrun í Danmörku og þar þarf ég stundum að tala við nemendunir sko, þegar þú mætir í vinnuna Já. þá kemur þú ekki illa fram við þarf ég að sjá get ég ekki sagt ég vil ekki sjá þessa transpersonu að þau bara eru með rosalega fordóma og þau segja það upphátt sem er frábært að þau geri að þá getum við talað það Já. og þá ræðum við hvað það er að vera í þessari vinnu og ég segi við þau, í Danmörku er ólöglegt að segja nei eða þú starfsmaður í heilbrigðisgeiranum eina ástæðan fyrir því að þú getur sagt nei við sjúkling eða að sjá manneski í einhverju ummönnun það ef manneski hefur hótaði lífláti eða verið ofbeldisfugg þá máttu segja, heyrðu, þetta gengur ekki, þetta vil ég ekki þetta var óþægilegt fyrir mig, núna er ég í hættu þá máttu segja það, en bara því að manneskinn er transpersonu máttu ekki segja, heyrðu, ég vil ekki fara heim til hennar mér finnst hún ógeð já, þú getur sagt það heima hjá þér við fjölskyldunum þína, ef þau eru sammála og mér finnst rosalega leiðilegt að koma heim til hennar, hún er ógeðsleg ég get bara ekki stjórna því hvernig þú talar heima hjá þér en þegar þú mætir í vinnuna og þú ert að vinna með mér þá hjálpa ég þér þá talar ekki svona og mikið er rosalega leiðilegt að þér finnst að vera að gera eitthvað við þig gegn þér, eitthvað sem að þú vilt ekki, en við getum rætt það núna ertu í vinnunni, núna ertu hjúkrunarfræðingur hérna mætur, hvað þarf manneskjan á að halda þá gerur það bara, þú þarft ekki að vera kammó þarft ekki að vera spjall daginn og veginn eins og þú gerir með aðra, sem er líka vel við sem er ekki trans, en þú ert ekki leiðinleg þú ert ekki fordómafull, þú sýnir það ekki og það er alltaf hægt að ræða þetta og þau eru oft saman og ég svo segja ef þau eru það vissum að þið viljið ekki hjálpa þessu fólki og þið munu neita því hjálp þá finnst mér að standa upp núna og fara og hætta á þessari braut þá bara ertu ekki að fara að taka þessa menntun þetta hefur komið fyrir nokkru sinnum, já En veit þá ekki fólk að þetta er þannig elliheimili eða hvað? Nei, nú er ég að tala þeir að kenna í náminu. Að kenna, þau eru ekkert á elliheimili, en þau sem koma elliheimili vita það. Þannig að í dag, núna myndi fólk sem að hugsa nei takk, þá finna þau eitthvað annað elliheimili sem er þá bara öruglega ágætt fyrir alla, þangað til þau fá regnbogavottun og hugsa, kannski var þetta ekkert svo slæm. En ég man þegar við vorum að fá nemendur á elliheimilið, þau ráða ekkert hvar þau koma. Og þar var þetta fólk sem vissi ekkert hvað þetta var. Þau voru bara sett á þetta elliheimili, hvort það er líka betur eða verið. Og þau fengu líka þessa kennslu. Við sáum til þess að þegar við vorum með alla nemendunar, þá tókum við líka starfsfólki, nemendur, þú veist, ófaglæra og núna bara fá allir þessa kennslu. Líka þessi nemendur, gott að þau fáu þetta með þau í náminu og svo sendum við ykkur áfram. Kannski getur þau hjálpað einhverjum öðrum, einhverjum annarstað. Og það var ein múslímsk kona sem var í þessu námi og hún fekk þessu menntun og svo vorum við að spjalla í eldhúsinu eftir og hún bara, þetta var svo áhugavert, guð, ég vissi að það var til homar og lesbíur, ég vissi ekki af öllu hinu, ég bara vissi þetta ekki. En það var engi fordómar og hún var bara, þetta er bara spennandi og þetta er bara fólk eins og við og þannig að það var frábært að geta gefið henni það með. Það er náttúrulega svolítið númer 1, 2 og 3 þegar þú ert að fara í þetta starf að þú ferð ekki í manngreiningar álit. Já. Það er svolítið hluti bara þá leggur það á hilluna heima og eins og ég segi ég get ekki stjórnaði hvað gerir heima hjá þér. En þegar þú mætir í vinnuna þá hagar þér svona, þá ertu með þægilegt viðmót hvort sem þér líka vel við manneskinu ekki. Hvaða fordómar sem þú ert með þá bara sýnir þú það ekki. Og svo vantar kannski líka á elliheimilum að eins og núna hérna á hinsvegin dögum frænka mín, hún er semst kennari í skóla og hún sagði að allir kennarnir með einhverjar keðjur eða svona badges eða nálar eða eitthvað til að sína hérna, hér eru þið í þessum skóla alveg tilbúin að spjalla hvað sem er og allir eru velkomnir og þið megið vera eins og þið eruð krakkar. Og það vantar það kannski líka á elliheimilunum. Já, fólk merkir sig svona örugt eða þú veist sem öruga mannesku. Og það hefur líka verið svolítið í Danmörku, eða þú ert í heimahjálp, þá eru allir með tösku auðvitað. Þá hefur fólk verið að setja kannski svona transfána á töskunu sína eða regnbogafánan. Þannig að sé á töskunu rosalega sýnilegt. Þeir sem vita hvað þetta er, vita auðvitað hvað þetta er. Fólk sem veit ekki hvað transfólk er ekkert að pæli þar einhver fáni á töskunni. Nákvæmlega. Þannig að það er hægt að gera svona litla hluti til að sýna ég er örugg. Þú getur verið örugg þegar ég kem.
einmitt. Já. Er bakslægið í Danmörku svona jafn sýnilegt og það hefur verið til dæmis hér? Eða Mér finnst það kannski alveg gagnvart transfólki, já. Já, einmitt. Þetta hefur svolítið læðst út allan heim, bara Já, undanfarið. það hefur gert það og ég meina transfólk fær líka fordóma frá homum og lesbíum Já, það Og er nefnilega tvíkynhneigð líka fólki sem er svolítið ekki- sorglegt þegar já. það kemur innan frá. og tvíkynhneigðir fá fordóma frá homum og lesbíum líka. Já, Þannig að Svona innan innan búðar fordómar. Já. sem er einmitt. mjög flókið líka Já, það er það. og líka leiðinlegt og líka þeir tala um þessu blessuð elliheimili núna, já, LGBT plus elliheimili, frábært en svo mæti transmanneskja sem fær fordama frá nágrannum sem er kannski homi að því að homanum finnst transfólk ógeð þannig að það er líka flókið að vinna með og þess vegna hugsa líka um eldra fólk og elliheimilum sem er núna að flytja inn með kynslunum sem var kannski með flestu fordamana og er kannski ennþá svolítið svona, þetta er svolítið skrítið og núna þurfa þau bara að flytja inn einhverstaðar og geta ekki Já, ráði hver er nágrann minn eða hverjum já, þarf ég að setja með að borða með. Þau gáttu borða heima á sér með vinnu sínum. Núna eru þau alltaf einu í svona kaffistofu eða hvað heitir það, eldhúsi. Það sem er fullt af fólki sem að þau völdu ekki að búa með. nei, akkurat, já. Og hvað gerist þá? Og enda þau bara með að setja inn í íbúðinu sinni og ég vil bara fá matinn inn í íbúðinu mína Já. og þú veist. Já, bara svona einelti eins og í Nákvæmlega, því allt einu fá þau Já, hínu þessa fordóma og Já, eitthvað sem þau voru búin að losa sig við kannski og íta aðeins frá sér og allt í hennu bara, já, núna er þetta bara allt saman hér aftur og ekkert endilega kannski komið á ellheimila sem að bara fólk bara tekur það eins og það er og bara eignast vinni þar og Já. finnst bara opbáslega þægilegt að sitja og borða með þessu fólki, það getur líka gerst Já, já. já. en hitt getur líka gerst, Já. þannig að mér finnst þörf á það verður að vera fókus á þessu, það verður að tala um þetta, það verður að meðutunda verður að vera Já, regnbóðhaldun og ellheimilum líka Já, Já, og þetta er líka bara fyrir þetta er náttúrulega aðalega fyrir öryggi fólksins sem að sem sagt, vist manna eða Já, fólksins sem er trans og hinsegin sem að tryggja þeirra öryggi inni á Algjörlega, þessum algjörlega. stofnunum. og veljan helsta. Já, gjarnan bara þessi örygg og Já. líði vel. og svo finnst mér líka alveg starfsfólkið eiga það skilið Já, af Já, því að já, fullt af starfsfólki er opaslega velviljugt já, og nákvæmlega, mér er alveg sama já, það er frábært, Já. en svo eru þau kannski ekkert endilega að pæli hvað getur gerst Nei, og hvernig getur við brúðist við því þegar það gerist þannig að þegar einhver manneski allt í hennu endar með að fá fordóma frá öðru fólki sem býr þarna já, ó nei, ég er bæði umönnunarmannska fyrir þessum en ég er líka umönnunarmannska fyrir fólki sem er núna að beita hina Já. ofbeldi eða eða hvað sem það getur verið áreiti eða, já. einhvers konar áreiti Já, og það er rosalega þetta er flókið Já, ég mynd. Já, ég held að þetta sé absolutt bara mjög þörf umræða og við bara reynum að halda henni áfram. Mamma, við kannski stöndum fyrir annar í svona bara pallborðs umræðu. já, Að draga það bara, já. hún bara Bara dregur hópin sem hún er að mætast með það verður 60 bara plus Já, hópin. nákvæmlega við- 60 plus Það er- við fólk hittum hefur svo bara á sem- samstöðinni Fólk hefur svo næstu sem viku. tala nefnt svona, það væri nú gaman ef að yrði gei allir heimili, Já. en ég veit ekki um neitt sem er einhvern veginn að vinna að því, sko. Nei, einmitt. En þetta Maður líka, hefur heyrt þetta að þarf það er örgulega að vera nefnt, sko. Já, grassrúta já, drifið, já, sko. Já. já, og alveg sem ég segi, í Danmörku var þetta rosalega drifið af þeim sem að voru nefnilega eitthvað 60 plus já, kölluðu sig grey and gay já, Já, já. einmitt. þannig að ég held að þið verða að ræða þetta í næstu viku Ragnhildur Sverris. Já, einmitt. Já, Og svo þú bara, þú hóar í fólkið Já. og við bara, hvernig væri full það? mönnum þetta borð og við höfum þig á Zoom, Björki. Nei, ég ætla bara að njóta þess næst Þú að ætlar að bara, vera frá. þegar þið eru búin aðeins þá ætla ég bara að horfa á þáttu það er að njóta Já, Frábært. kemur og heldur Það hljómar lífilestur mjög- samt á allir heimilin. ég geri það, Já. ég kem á allir heimilið ykkar og Já, kickstarta kemur með, kennslunni já, og kemur ég með DJ. fræðsluna. Já. ó já, ég laka svo til Já, þau eru alltaf með DJ, sko. Þannig að það er... og mér finnst frábært þegar fólk kemur með símana sína með litlu stafina og þú ert að DJ-est tekur upp stækkunarglasið Glerið, já. glerið, stækkunarglerið það er frábært Kiki, já. Einmitt. Það er fljótlegra heldur en að Það vera er það. hérna.
Þetta er awesome, mér finnst það awesome. Þannig ég hlaka til, ég kem í partí á elliheimilinu, kickstarta kennslinu og svo er bara partí kvöldið. Æðislegt. Heyrðu, við látum þetta gerast. Heyrðu, bara Andrea Jónsdóttir og Björgvin Huldar, bara þakka ykkur innilega fyrir alveg frábært spjall. Takk fyrir Takk fyrir að vera leynigestur. Takk fyrir boðið. Alltaf gott að hafa leynigesti. Heyrðu, og ekki fara langt, við verðum hérna með ykkur eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.